Óskar, rosalega leikur, byggarleikur. Þetta náttúrulega leikir sem eru alltaf öðruvísi heldur en einhverjir deildarleikir. Hvernig líst þér svona sjálfum á þetta? Bara krefjandi og skemmtilegt verkefni að fara til Eyja. Þetta nú svona einn skemmtilegasti og erfiðasti útivöllur sem maður getur farið á og áttalega úrslit í byggar og þetta verður eiginlega ekki stærra eða skemmtilega. Þannig að þetta bara verður gaman. Einhverja fréttur það að hvítir riddarar ætla að taka á móti ykkur? Já, ég vona það. Þeir verði hérna allir vitlausir og það verður alveg pottet góð stemning og mikið af fólki og tvö frábær lið og gaman að fyrir Eyjamenn að fá Agnar Smára til sín og hann styrkir það allir verulega og þannig að þetta verður búið upp á mjög góðan handbolta á morgun. Sástu IBF-liðið spila sem fyrsta leik eftir því? Já, ég sá það spila móti IR. Hvernig líst þér á? Það voru mjög góði kaflar þarna, það byrjuðu mjög vel og svo áttu þau svona slæma líka og svona eðlilegt, þetta var svona hægur leikur, alveg svo leikur nokkar á Akureyri og liðin eru svona að komast í gírinn eftir fríið en þetta er ógnar sterkt og flott lið og vel þjálfað Eyjamenn þannig að þeir eru eftir að halinn stig eftir áramót, ég er alveg með það á hreinu. Þú segir ekki komin aftur en svona ef þú lítur á IBF-liðið, hvað eru svona þeirra helstu styrkleikar? Það eru nú bara margir, þeir eru með frábæra hornamenn og þeir eru með skemmtilega vörð sem þeir eru búin að útfæra Arnar og Elling og svo á sínum tíma líka og svo eru þeir bara með góða leikmenn í hver einustu stöðu, Einar og Andri og svo ungustrákarnir Dagur og Nökkvi og þannig að þetta er ógnastætt lið og svo eru þeir með góða markmenn og Kára vinn okkar á línunni. 19. Eyjuna eins og þeir kalla hann, það verður erfitt og skemmtilegt að eiga við hann. Hann ætlar ekki að gera einhvern veginn greiða vænti maður? Já, hann má nú eitthvað að tala um það að vera rólegur, vera jafnvel veikur á morgun. Nei, hann mun örugglega leggja allt í sitt, enda keppnismaður og góður leikmaður. Þetta er bara, maður er verulega spenntur, þetta verður gaman að fá svona krefjandi verkefni í áttalega úrslitum og fara á skemmtilegasta útivöllin. Það er bara forréttindi, gaman. Tala allir valsliðið núna eftir áramót að þú bara gerir ekkert um að endurheimta leikmenn og meiðslum og já, bara liðið að líta betur og betur út. Já, við erum svona að fá náttúrulega, við erum að fá menn, Ómar reyndar náttúrulega spilaði ekki mikið í síðasta leik. Þannig svona það þarf að gefa honum rólega og fara varlega með hann. Elvar eins og að koma inn og flottur, við erum að fá einhver inn en það eru aðri líka dætt í meiðsl. En við erum með mikinn mannskap og bara flottir og getum alltaf stemt hátt og það er bara maður í mannstæði á okkur og mér finnst við bara líta ágætlega út, já. Við erum bara nokkuð flottir. Þú ert múin að ákveða nokkuð einu örugglega núna daginum áður hverju fari í vélina. Verður með þann hóp sem þú hefðir viljað vera með? Já, ég er bara með þó að sé nú einhverju sem eru svona aðeins tæpir, þá er ég með alla og meira þess að skil ég frábæra leikmann eftir. Þannig að það eru margir góður það vantar ekki breytinni á okkur sko. Þannig að það er bara fyrir mig sem þjálfara er frábært. Við erum með sterkan annarflokk og sterkan þriðaflokk og þessi strákar eru metnaðarfullir og góðir þannig að ég er ánægður með þann hóp sem ég fyrir mig upp í vél og ég er meira sem mjög ánægður með þá gauðra sem ég skil eftir. Já, ok. Þú voruð ekki til vílu eða? Nei, jó, þú veit það, þetta er keppnismenn en ég fer með þá sem ég vil fara með og bara líst vel á þetta verkefni. Hverju skilur eftir? Já, það er bara ekki með ljósa mál. Ég er búin að tala við 2 þennan leik í dag og þeir segja báðir að verði framlengt. Já. Þú vilt ekkert fara í framlengingu? Jú, það er bara, já, allt í lagi. Okay. Það er bara gaman. Þannig að það væri nú bara veisla að það er framlengt líka og ég vil bara vítakeppni og eitthvað svona sko. Þannig að það er gaman fyrir amaldan. Ég menna þetta verður hörkuleikur. Þetta verður sveiflur í þessu og þetta er gamla góðadaldi klísjan svona hverju ná varnarleiknum á markvæslunni og svona og þannig að þetta gæti alveg farið framlengingu. Takk.